Ég er mættur hérna við gróðrarstöðina Þöll og ég ætla að kanna og skoða starfsemina. Sjá hvernig trén verða til. Gróðrarstöðin Þöll, hvenær er upphafið að henni? Það var í kringum 1970. Það var þannig að Skógræktarfélag Hafnarfjarðar sem á og rekur Þöll, sem er stofnað 1946, þar að segja Skógræktarfélag Hafnarfjarðar, hafði svo lítinn aðgang að trjáplöntum. Og á þessum árum þarna, sem sagt, bara og upp úr miðri síðustu öld, var svo lítið framboð af trjáplöntum, þannig að hann Ólafur Vilhjálmsson, sem var einn af stofnfélögum Skógræktarfélags Hafnarfjarðar 1946, hann lagði grunninn að gróðrarstöðinni hér á þessu holti sem heitir Beitarhúsaháls. Hann lagði grunninn að stöðinni og það var svona bara eða upp úr 1970. Og hann byrjaði að sá fræjum, birkifræjum, grenifræjum og þess háttar, bjó til vermireiti, sáði fræi, safnaði græðlingum af víði og ösp og stakk hérna á beð. Þannig að þetta er orðið svona löng saga, en það var engin heimasala á þessum tíma. Hann var bara að rækta tré og runna fyrir Skógræktarfélagið, þeim var síðan plantað hérna í skóginn í upplandi Hafnarfjarðar. En síðan þróaðist þetta svona út í það að Hafnfirðingar og sérstaklega félagar gátu keypt trjáplöntur og það er ekki fyrr en bara síðustu aldamót sem Gróðrarstöðin Þöll EHF er stofnuð sem sérstakt svona dótturfélag. En það hafði verið, eins og ég segi, vísir að trjáplöntustöð hér og plöntuuppeldi alveg frá því þarna 1970. Hvað eru mikið af plöntum til sölu hérna? Margar tegundir? Ég veit það ekki. Það er ekki bara einhverju tugir, sko. Ef það grannt væri skoðað og leitað, þá örugglega einhver hundruð. Sko, það er aldrei nákvæmlega sama í sölu frá ári til árs. Jú, það er náttúrulega alltaf svona einhver grunnur sem þarf að vera til. Við erum alltaf að prófa eitthvað og stundum með þetta til eitt árið og svo ekki næsta árið. En ég myndi giska á kannski að það væri að finna hérna svona 200-300 tegundir af trjám og runnum svona og með þá yrkjum, því það er oft þannig að það er kannski nokkur yrki af sumum tegundum. Tökum bara sem dæmi alaskaösp, þá ertu með nokkur yrki af alaskaösp, þú ert með nokkur yrki af alaskavíði, þú ert með nokkur yrki af sírennum og rósir hlaupa náttúrulega yrkin þar á tugum. Þannig að já, við þurfum að þekkja alveg 200-300 tegundir allavega af trjám og runnum sem erum að starfa hérna. Svo bættust við einhverju fjölaringar líka, en eins og ég segi svona þetta er svolítið frjálslegt, en við reynum alltaf að vera svona með þennan grunn sem hefur reynst vel í trjám og runnum, en það er alltaf líka eitthvað svona nýtt sem stundum hverfur svo aftur og kemur eitthvað annað, þannig að já. Það er með það sem ég var svolítið áhugað til. Þetta er sérst ekki bara Excel-skjal og framleitt sama ári eftir, þannig að það er svona ákveðin grunnur og svo er bara bætt við og prófa að sjá. Já, jú, maður skoðar einmitt hvað gengur vel og hvað selst vel og eiga nóg til að því og svona. En það var til dæmis þannig núna í COVID-inu að þá jókst sko garðplöntusala mikið, bæði hjá okkur og öðrum. Og við höfum sko varla haft undan að framleiða suma tegundir plantna bara til að eiga nóg. Því að það er þannig að fólk er bæði að gróðursetja í garðinn hjá sér, fólk er með nýja garða, fólk er að bæta í garða, það er að taka garða í gegn. En svo eru svo ótrúlega margir Íslendingar sem eiga sumarhús og það er eins og allir sumarhúsaeigendur séu í skógrækt. Því að við seljum líka talsvert af skógaplöntum í bökkum og þá fyrst og fremst bara til einstaklingar sem eru í skógrækt í kringum
sumarbústaðina hjá sér. Er eitthvað svona, það vinsælast? Sko, það breytist nú alltaf eitthvað. Ég nú búinn að vera, eins og ég segi, 40 ár og maður svona séð, jú, það einhverjar breytingar. Það sem ekki eins vinsælt í dag og var í gamla daga, það til dæmis eins og víðitegundir eru ekki eins vinsælar almennt og voru í gamla daga. Það hefur bæst við mikið af svona alls konar skrauturunnum. Vinsælast, ég myndi segja að það sem áberandi núna og svona síðustu árin, það er mikill áhugi á sko, öllu sígrænu. Og þá aðalega svona, ekki bara sígrænum trjám, heldur enn frekar svona sígrænum runnum eða smátrjám. Þá ég að tala eins og einir og lífviður og íviður, lyngrósir, já, og fleira þess áttar sem svona sígrænt, ekki of hávaxið. Og svo líka svona berjarunnar, eitthvað sem að borða. Fólk að rækta matjurtir og vill rækta berjarunna, rifs, sólber, hindber og þess áttar. Mér finnst nú áhuginn á ávaxtatrjám eitthvað hafa minnkað frá því sem var, kannski vegna þess að það hefur ekki verið eins hlýtt og var hérna fyrir kannski 10 árum síðan. Gekk ávaxtatrjáaræktunin betur en akkurat núna. Já. En þú varst að tala hérna að þú er með tilraunastarfsemi og svona, það með eitthvað svona sniðut sem þú spenntur fyrir? Eitthvað svona sem að... Sko, við erum alltaf að prófa eitthvað, sko. Það er alltaf spurning líka hvað er nýtt fyrir sumum og öðrum ekki, sko. Við erum alltaf búin að vera með eikur í einhver ár. Það hafa nú svona komið óvart, eikurnar. Og það er kannski fyrst og fremst ein tegund af eik sem að ganga og það er svo kallar sumareik. Sumareik sem vex vilt í Evrópu, víða Evrópu og líka hérna á Norðurlöndunum, bæði í Noregi, Svíþjóð og syðst í Finnlandi, hvað er sumareik. Hún að standa sig ótrúlega vel. Nú, jú, við eigum hérna til hestlinheturunna. Ég var nú alveg hissa af hvað þeir komið vel undan vetri, hafa verið geymdir úti. Ég veit nú lítið til þess að hestlinhetur hafi þroskast hérna, en ég var nú alveg vonað því að það verði í framtíðinni. Hestlinhetur ná að þroskast hérna. Við erum með marga tegundir af reyni, örugglega einhverja tugi, og almennt virðast bara reynitegundir þrífast vel á Íslandi, jafnvel frá framandi slóðum. Og það er hægt að fá reyni með berjum í gulu, bleiku, hvítu, rauðu, appelsínugulu, frá því að vera runni og upp í stór tré. Alltaf einhverja nýjar tegundir að bætast við á hverju ári hjá okkur af reyni. Og jú, svo er ýmislegt sígrænt sem við erum að prófa eins og þynir margir þrífast vel, svo fremur þessi eitthvað skógarskjól. Eru þið að rækta þetta allt sjálfur eða er það að fá inn annars og öðrum gróðurstöðum eða hvernig virkar það? Sko, made here? Já, sko langmest af þessu sem er hérna hjá okkur, langmest er bara framleitt hérna í Þöll. Langmest af þessu er bara framleitt hér af fræjum, græðlingum. En við höfum flutt aðeins inn bara til að eiga nóg af plöntum, sérstaklega eftir að það var svona mikið sala í kjölfarið á COVID-unu, þá jókst salan svo mikið að við vorum eiginlega uppi skropp á haustin og til að eiga fallega plöntur á voru þá bara neyddumst við til að flytja inn. Þannig að við flytjum inn svona það sem við vitum er harðgert og yrki sem hafa reynst vel, sérstaklega þá runna og eitthvað ávaxtatré og kirsuber. En mest er framleitt hér, en svo höfum við líka reyndar keypt aðeins plöntur frá öðrum framleiðendum. Bara ef eitthvað klárast hjá okkur, eitthvað sem bara þarf að vera til, þá höfum við keypt sérstaklega framleiðendum fyrir austan fjall og eigum svo sem í ágætis samstarfi við aðra garðplöntu framleiðendur. En helst vildi maður náttúrulega framleiða þetta allt hér, en við höfum bara eiginlega neyðst til þess og það er líka þannig að sumt er bara svo ódýrt að utan og er bara alveg sambarilegt í gæðum að það er erfitt að keppa við innflutning þegar maður getur fengið ákveðna hluti svo ódýra. En svo er bara þannig að margt sem við erum að nota á Íslandi, mjög margt sem við notum hér í skógrækt og í garðyrkju, er bara ófáanlegt úti. Þannig að það er ekkert hægt að fá það, fyrir utan það að margt er líka á bannlista. Þannig það má ekki flytja til dæmis inn öll okkar helstu skógartré, greni, fura, lerki, birki, ösp, er á bannlista, þannig það er ekkert hægt að flytja inn lifandi plöntur af okkar helstu skógartrjám. Og svo er bara eins og segir margt sem við erum að nota í miklu mæli á Íslandi
eru raunverulega yrki sem eru íslensk, hafa verið sótt til Alaska til dæmis og eru bara ekkert í boði í Hollandi eða Danmörku. Þannig að farðu hvergi nema bara hér og verður bara að búa það til sjálfur. Við höfum kannski að kíkja aðeins í Já, og já. þetta er að sjá hvernig þetta fer á fram. Já, Hvernig er það þegar þið eru að byrja, hvernig er ferlið eiginlega? Hvenær byrjið þið að safna fræjum og hvar takið þið fræ og hvernig er þetta? Er það bara strax á haustin eða hvernig er þetta ferlið? já. Sko í fyrsta lagi er það náttúrulega bara misjafnt eftir því hvaða tegundi trjáa maður er að ræða sko. En við reynum eins og við getum að safna sjálf fræi. Við leggjum virkilega upp úr því og bæði er það gaman ef maður hefur tíma til þess að fara og tína fræ og maður læri smátt og smátt hvað er hægt að finna gott fræ af hinu og þessu. Þannig að jú, það er náttúrulega haustið, ég menna september, október, jafnvel nóvember, sem við reynum að nýta til að safna fræi af, barrtrjám, reynitegundum, jafnvel hegg, rósum, toppum, eftir ef því er að skipta. Jú, og svo má ekki gleyma náttúrulega birki og elri, við reynum að safna fræi af bæði birki og elri. En við reynum virkilega að safna fræ sjálf og svo erum við með kæligeymslur. Stundum getum við geymt fræið einhver ár, ég menna sum tré gefa bara gott fræ jafnvel á einhverja ára fresti. Það er hægt að frysta alveg. Já, eða geyma það bara í kæli, bara þurrka það og geyma það í kæli. Nú ef þetta eru reynitegundir þá er það náttúrulega ber, berin eru marin, bara strax eftir þeim er safnaði september, október. Og maukinu er dreift út á raka mold og sett vikur eða sandur yfir, vökvað, gler sett yfir sáðbakkann til að varna því að mýs éti fræið, því að það er þannig með reynifræ. Það spírar ekki nema að hafa legið svo lengi í kulda, þannig það er best að sá reynifræi og reynda flestum fræjum sem þroskast í einhvers konar berjum og sá þeim að hausti. Aftur á móti barrviðarfræ, það er bara safnað og könglarnir settir á ofn, heitan miðstöðarofn eða jafnvel inn í bökunarofn og könglarnir opnaðir í hita og svo eru hristir könglarnir og þannig náum við fræinu, geymum það bara í lokuðum krukkum eða döllum inn í ísskáp og sáum svo bara barrviðar fræinu að vori. Alla jafna þarf ekki sérstaklega að sá barrviðar fræi að hausti. Við höfum þó stundum sáði að vetri til, það gefur stundum betri spírun. Þannig að þetta er svona í grófum dráttum. Elri og birki, því er bara safnað, þurrkað, geymt í kæli og sáð að vori. Þarf ekki að hugsa svona kulda meðhöndlun. Og eru þið þá bara út alltaf trissur að sanna það? Já, bara víða sko. Sumt er nú kannski svona líkuðu hernaðarleyndarmál. Nei, ég meina, maður reynir að fara á Hallormsstað. Ég meina, Hallormsstaður er náttúrulega mekka skógræktar á Íslandi og þar ertu með lundi á okkar helstu skógartrjám og líka svona sjaldgæfari trjám sem eru farin að þroska fræ. Þannig ef maður kemst þangað á haustið, það er frábært. Nú Skorradalurinn, þar er líka talsvert mikið safn af allskyns barrviðum. Svo bara hérna á höfuðborgarsvæðinu, í görðum, almenningsgörðum og líka náttúrulega í skóginum okkar. Bara allstaðar þar sem maður er á leiðum að haustlagi, þar er maður á höttunum eftir einhverju fræi. Svo reynir maður að safna þessu bara og eiga þetta til mögru árana sko. Svo náttúrulega ýmsu bara fjölga með græðlingum, eins og stór hluti af þessum skrauturunum, þessi skrauturunnar sem eru mjög vinsælir, ég menna runnamura og toppar og garðakvistill og berjarunnar og þetta, því er fjölga bara með græðlingum. Ýmist þá með græðlingum teknum af veturnar og stungið í mass í mold, ellega sumagræðlingum sem er stungið í vikur við háan loftrakað undir þokuðin í júlí-ágúst. Og við ætlum kannski ekki að fara nánar út í sko. Þannig að þetta er svona í grófum dráttum svona hvernig þessum garð- og skógarplöntum er fjölgað. Nú það er gott að hafa gróðurhús til að svona flýta þessu öllu og skapa svona góðar aðstæður. Hvernig eru þið stattum? Hvernig er með gróðurhúsum hefur? Já, maður vil alltaf meira sko, það er alltaf plássleysi, þekkja það allir sem reka sko garð- og skógarplöntustöðvar, það vantar alltaf pláss.
Þannig að því að það þarf að byrja ferlið inn í húsi, sko. Ég menna, sumarið er stutt og svalt og til að byrja í febrúar og mars þá þarf maður að vera með gróðurhús og helst upphituð. Þó að sé líka gagnaði að vera með óupphituð hús. Við vorum hérna, sko við sáðum hérna til dæmis bæði birki og elri í apríl og nú erum við til dæmis að prikla hérna elri í svona fjölhólfa skógarplöntubakka. Hérna svartelri, gráelri og kjarrelri og það verður líka að prikla núna birki á næstu dögum og svo koll á kolli. Hérna í miðjunni er aftur á móti sáning á bæði furu og greni sem er bara sáð þá beint í fjölhólfa bakkana. Því að það er þannig með birki og greni að það tekur ekki eins vel sko priklun, svona erfiðar að prikla barrtrjám heldur en lauftrjám, þannig þá sáum við beint í hólfin og gresjum svo bara í hólfunum. Og svo þarf að sinna vökun og áburðargjöf, illgresishreinsun, þannig að þetta er heilmikið svona vöktun. Hvernig er með það með fjölda starfsmann og svona í allt þetta? Það eru mörg sem eru að vinna í... Já, við erum nokkur yfir vetrartíman en svo erum við talsvert mörg hérna yfir sumartíman. Við erum alveg 20-30 sem erum að sinna föll og skógræktarfélaginu yfir sumartíman. 20-30 manns minnstakosti, en svo eru bara nokkri starfsmenn við vetrartíman að sinna þá störfum sem tengjast á þöll og skógræktarfélaginu. Þannig að það er 3-4 sinnum minnstakosti fleiri starfsmenn yfir sumartíman og þá er það skólakrakkar og unglingar sem bætast við. Því að þetta er mjög vinnufrekt, bara að halda því alveg til haga. Það er mikil vinna í illgresishreinsun, pottun og priklun og mikið í flutningum, það er mikið verið að flytja plöntur inn og út, það er klippingar, jafnvel eyðing á illgresi og skordýrum með lyfjum eða þýraskipta þá það sem orðið mjög lítið hér og fleira í þessum dúr, svo allt sem tengist náttúrulega plöntusölu og ráðgjöf mjög tímafrekt líka, þannig að þetta er mjög vinnufrekt. Þessir mánuðir, sérstaklega maí, júní, júlí, minna í ágúst, síðan hefur aukist mikið svona plöntusala og plöntuafhending í september, október. Það hefur aukist alveg gríðarlega mikið frá því ég byrjaði á 9. áratugnum. Það var nánast óþekkt að vera að selja plöntur og gróðursetja mikið á haustin, en það hefur aukist bara, ég er ekki að segja að það sé orðið jafn mikið á vorin, en sérstaklega svona sveitafjölög og svona stærri aðilar eru mikið farin að nota hausti til gróðursetningar á sko trjám og runnum. Það er opið alla daga bara? Já, sko í maí og júní er bara opið alla daga nema 17. júní. Já. Og hvað er lengi til bara? Já, við stöndum vaktina helgar frá 10 til 5 og síðan virkar daga frá 9 til 6. Já. Og þið að ráðleggja fólki eitthvað svona? Já, við erum nánast stundum að skipuleggja heilu garðana, sko ekki það að við gefum okkur út fyrir það, en fólk bara ætlast til þess. Það er alveg frá því að svona ráðleggja fólki bara með einhver eina plöntu og einhvern tiltekinn stað upp í eitthvað svona tiltekið beð eða horn og svo bara nánast upp í heilu garðana. Þannig ef við höfum tíma þá reynum við að hjálpa og stundum bara stendur þannig á að við getum ekki farið út í svona mikla ráðleggingar en við reynum og eins og við getum og við erum hérna nokkur sem höfum bæði reynslu og menntun í garðyrkju og skógrækt þannig að við byggjum á reynslu og þekkingu. Það er ekki. Þakka bara fyrir. Já, sömuleiðis.